Komið sæl og gleðileg jól. Það búið að ganga á með hvössum éljum í dag eða slydduéljum vestan til á landinu en svona mun betra veður var fyrir austan. Það þessi mikla lægð hér sem komin norður af landi og þarna austur af Scoresbysundi sem að stjórna veðrinu og mun gera það næsta sólarhringinn. Hún allvíðáttumikil og verður það áfram og mun fikra sig áfram hér suður á bóginn og mun svo draga hérna yfir okkur norðanátt, nokkuð stífri norðanátt á sunnudaginn. Og við sjáum að það að kólna hjá okkur, þannig að núna það kólna það mikið að það verða afgerandi él, en síðan þegar lægðin verður komin hér suðaustur á landi þá kemur hér heldur hlýrri loftmassi með norðanáttinni til að byrja með, en síðan fer kólnandi og breytist þá úrkoman í afgerandi snjókomu eða él. En staðan þessi, það ennþá frekar hvasst í svona þessum útsendingi sem við erum búin að vera í núna undanfarið síðan að skilin fóru yfir í morgun og það var náttúrulega auð jörð í morgun, þannig að þessi jól teljast rauð, en það gæti hvítna jörð víða svo núna næsta sólarhringinn í éljabökkunum sem að koma yfir, sérstaklega þá sunnan til og síðan á endanum norðan til það sem ekki alveg hvítt. En í fyrramálið þá sjáum við það eru bláar tölur allsráðandi, kalt í veðri og éljabakkar hér svona sunnan og vestan til aðallega, en áfram nokkuð bjart á norðausturlandi og við sjáum að mun hægari vindur. Þessi lægð hún svona skríður hér suðaustur með landinu og svona þá fer svona seinnipartinn norðanáttina að segja til sín. Sjáum að geta orðið nokkuð bjart svona upp hádegi hér á suðvestur hluta landsins þegar norðaustanáttin kemur og sjáum einnig að það fer svona aðeins að þykna upp hér við austurströndina þetta leyti, komin einhver éljabakki hér á Vestfirði, en annars nokkuð meinlaust veður og fínt svona útiveður má segja í jólaveðrinu. Síðan sjáum við hér hvessa smá saman og á sunnudaginn þá búið að gefa út hér gular viðvaranir, hríðarviðvaranir á Norðurlandi. Reyndar verður einnig hugsanlega úrkomuviðvörun hér á Austfjörðum, en þá eftir að finna út af því svona með tímasetningar betur, líklegast á morgun. En þetta vonskuveður, verður hríð á heiðum, en þess bara geta að það verður svolítið hlý loftmassi fyrst, þannig að þetta verður líklega svolítið blautt eða rigning, sérstaklega á láglendi fyrir partinn, en seinni partinn kólnar og þá breytist þetta í norðan stórhríð eins og þetta hvort lítur út, og sjáum að það verður mjög hvasst, svona sérstaklega við fjöll hérna sunnan heiða. Þannig að það er að gera að fylgjast með þessu veðri, vonskuveður í kortunum, en síðan fer þetta skánandi á mánudaginn, verður áfram strekkings norðanátt og svona jafnvel skafrenningur á heiðum hér norðaustan til á landinu, en orðið bjart og fínt og kalt norðan. Það verður mjög kalt loft sem kemur með norðanáttur á endanum, en síðan svona hæglætisveður á þriðjudaginn, svona kannski einhver snjókoma hér norðvestan til á landinu. Sérstaklega við sjáum í snjókomubakka einnig hér vestur á landinu sem gæti komið inn hugsanlega, en annars nokkuð bjart hér á suðausturlandi, en svona mestu skýjað og þurrt annars staðar og hiti við frostmarkið eða vægt frost. Við sjáum svo ef við horfum lengra fram í tímann að þessi lægð þarna, lægðabóla, hún kemur ekkert almennilega á landi. Það verða alltaf einhverjir svona snjókomu éljabakkar vestan við landið, en þegar kemur fram á gamlárskvöld þá svona hæðamerki í þessu, þannig að það lítur ekkert svo illa út, en áfram svolítið strekkingur austast. Þannig að lítur ekkert svo illa út fyrir gamlárskvöldið. Þessi mikla lægð hér hefur mikil áhrif á Evrópu hér norðvestan til, sérstaklega í Skotlandi, Írlandi, hvasst þar, blautt í Skandinavíu sunnanverðu, en það er svona hæðarhryggur hér yfir mið-Evrópu, þannig ágætis veður víða þar, en það er svona snjókoma víða hér í Balkanskaganum í fjöllum og síðan lægð hér við Ítalíu og veldur rigningu og hvassviðri. En þetta verður síðasta kort í kvöld, verið sæl.